Svo gera börnin sem fyrir þeim haft, segir máltækið. Einmitt nú þegar rafrænt einelti vaxandi vandamál meðal barna og unglinga, leiðir það hugan að því hvernig fyrirmyndir fullorðið fólk á netinu. Foreldrar unglinga í dag, að margir hverjir í þeim hópi eru sama margir brenndir eins og unglingarnir. Kunni ekkert að hefða sér þarna. Og auðvitað tölvutæknin yndisleg og margt sem búið að koma gott með henni, músík og kvikmyndir og þetta stórkostlegt tæki. En sem samskiptatæki, þá erum við allt í einu komið með einhverja nýja tækni sem að brestur á 2 eða 3 kynslóðum. Það alls konar svona nafnleysi sem gerir það að við erum að fá fólk sem vill ekki eða þorir ekki að gangast í sjálfu sér. Þorir ekki að segja ég heiti Árni Guðmundsson og það sem ég að segja teki ábyrgð á. Þessi stað fyrir fólk út í einhvers konar umræðu, eða ég kalli þetta ekki umræðu, ég kalli þetta bara þvaður að kafla. Fólk fer inn í einhvers konar þvaður sem hefur enga þýðingu ef við ætlum að líta allir með svo tölvutæknina sem einhvers konar lýðræðislegt verkfæri. Þá okkur að stóru hluta að misjafnast. Það virðist nefnilega svo að fólk hagi sér allt öðruvísi í hinum rafræna heimi, oft í skjóli nafnleyndar, en í samskiptum við annað fólk augliti til auglitis eða undir nafni. Það ekki að þeim finnist þetta sniðugt augliðin. Þetta kostnaðarhagræðing og eitthvað svona fleira. Eins og þeir reyna að lifa af kreppuna og þeir að draga úr kostnaðinu fíflið. Þú veist, það öll komment svona. En ef maður myndi lesa svona bara sjálfa sig. Þetta hlýtur að snerta fólk. Til dæmis bara það að þú tekur þátt í opinberri umræðu og... Alveg. Enda kvarta menn, sko, maður hefur heyrt það núna í stjórnmálum, menn kvarta þetta alltaf undan þessu. Þetta snerti fólk og það það sem verður svo erfitt við þetta og það líka annað sem maður þarf þá að spá í. Ef þessi samskiptamáti sem þarna komin í ganga hluta til, ef hann færist yfir í daglega lífið hjá fólki og fólk kemur inn í bakari og segir komdu með brauðfíflið og hvaða anskota svilli sér í þér bjáninn, akkur getur ekki hunskast þess að gera hitt og þetta og þetta nú meira skýta bakari. Þegar kemur að netinu þá það mjög öflugt tæki til þess að nota tjáningafrelsið. Og þegar það kemur að nota svona mikilsverð mannréttindi eins og tjáningafrelsið að þá verður líka að gæta því að þú brjótir ekki á réttindum annarra. Og vitaskuld hægt að ræða hvort að löggjöf sé svarið. Þannig að ég held að með því að vekja athygli á þessu og ræða þetta. Ræða ábyrgð fullorðinna einstaklinga í þessu samhengi. Það sé svona skrefið í þá átt. Við skulum fara í stutta skoðunarferð íslenska netheima og athuga hvað kemur í ljós. Það skal tekið fram að dæmin sem við tökum öll nýleg og valin af handahófi. Og það þurfti ekki að leggjast í neina leit á netinu til að finna þau. Þetta byrjar með einhverju frétt einhvers staðar, einhver peistar inn frétt. Já. Og þetta semst það að væri eðlilegt að hafa jafnt kyn ráðherra í ríkisstjórn og þetta er bara eins og maður segja bara þörf umræða í lýðræðissamfélagi og síðan byrja bara samræðan eða ég veit ekki hvort þetta kalla þetta samræðu og hérna þetta orðið bara þvaður bara strax bara í fyrsta kommenti og svo þetta orðið þannig að stjórnmálamenn eru bara kettlingar og þetta er orðið bara einhvers konar þetta er orðið alls konar bara persónunni, dónaskapur, þetta er svona samskipti sem aldrei væru liðin bara á þetta gangi einhvers staðar. Djöfus femmu kjaftaði og bla 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 og þetta er rauninni þannig að maður hugsar að bak við þetta fólk hérna eitthvað fólk af líf og sál. Einhver var á djamminu og hittir þar stjórnmálamann sem mjög þekktur og fer eitthvað að segja svona einhverja sögur af honum. Og svo byrja bara hraunið og svo náttúrulega í svona, þetta er nafnlaust og svo verður maður auðvitað að velta fyrir sér. Það getur vel verið einhver sýti bara tóma vitlaus og það er örugglega í mörgum tilfellum gert. Að menn noti nafnleysi til að ná sér hreinlega niður á tilteknum einstaklingum og séu bara eitthvað Gormur 36 eitthvað svona og svo segi bara Jón Jónsson stjórnmálamaður, hann var svona og svona og hann var að gera hitt og þetta. Eitt dæmi hér, steraráleikingar. Hérna er þetta nú vefur sem hérna
tengdu doktor.is sem náttúrulega mjög undarlegt í rauninni og þó þetta sé einhverju svæðundi líf. Hérna eru menn bara í rauninni að ræða stera og svona hvernig reynslan á því og það vita allir að steranótkun auðvitað ólögleg. Hérna erum við komið eitthvað sem heitir eitthvað SuperSafe sem hefur greinilega reynslu af þessu og hann bara búinn að gefa þetta mikla ráðleggingar af því hvernig ná að misnota stera. Eitt sem með einhverja reynslu af því annar hafi sprautað sér einu sinni tvisvar og svo framvegis og þetta bara rætt eins og þetta sé bara karmelur eða salgjandi. Hér eru menn að spá í það hvort það geti reddað sér róandi lyfjum og hérna er ekki upp númer en ég veit ekkert hvað á bak við það. En í rauninni Þetta er líka miðja nótt. Þetta er miðja nótt. Það er líka mikið það. Það eru oft umræður sem eru greinilega fólk sem mismunandi drukkið. Hérna er alveg hræðilegt dæmi. Hér er einhver sem tjáir sig að hann hafi verið misnotaður fyrir löngu síðan þegar hann var lítið barn og nú telja hann sig vera að koma með þessa hneigð sjálfur. Og þá eru auðvitað komið hérna ágætis ráðleggingar 1, 2, 3 að fara til sálfræðings en annað slíkt en þetta er hérna dæmi það hvað fólk fyrir ofboðslega djúpt og þessi ungi maður hann hefði í rauninni átt að fara inn á svona spurningum með alvöru vef. Á netinu sem betur fyrir einnig að finna vandaða vefi fyrir þá sem þurfa á ráðleggingum eða hjálpa að halda. Má þar nefna vefinn ástráður.is þar sem læknanemar svara spurningum ást, kynlíf, getnaðarvarnir, sambönd, kynsjúkdóma og svo framvegis. Þegar farið inn á vefinn sér maður strax hverjir eru í stjórninni, bæði nöfn og símanúmer. Sama má segja vefinn Tótalráðgjöfin sem Hitthúsið rekur. Þá er það saft.is, skammstöfun fyrir samfélag, fjölskylda og tækni sem rekin á vegum heimilis og skóla. Þar er fjallað umgengni netið og örugga netnotkun. Eitt dæmi man ég eftir sem var ung stúlka sem að mínum mati bara í kynferðislegri misnotkun eða að gera svona hluti sem að hún á ekki að gera en hefur svona óljóst kynhlutverk vegna þess að unglingar í dag, klámvæðingin hefur gert það verkum og unglingar í dag eru margir mjög óöryggi hvað á að gera í kynlífi. Og því miður þannig að margir unglingar halda að klámmyndir séu einhvers konar kynlíf og þess vegna það þannig að strákar margir þeir vera alveg snaruglaðir í hausnum, stelpurnar vita heldur ekki hvað þær að gera þannig að það sem við myndum kalla svona eðlilegt kynlíf sem byggir á tilfinningum er rauninni hlutur sem að til og með siðferði kynlífs þetta hlutur sem að þarf dálítið að fara djúpt í og þar til og með oft verið að ráðleggja einhver tilfelli sá ég stúlku sem var að mínum mati fyrir kynferðislegri misnotkun henni var svarað að hún ætti bara ef henni væri sama ef hún væri til í þetta sjálf þá væri þetta allt í lagi.